Komið sæl. Í dag ætti ég að fara yfir það hvernig þú getur búið til kostnaðaráætlun í byggkerfinu á einfaldan og skilvirkan hátt. Hvort sem þú ert verktaki, framkvæmdaaðili eða sérfræðingur í útboðum, þá veistu að góð kostnaðaráætlun er lykilatriði. Með byggkerfinu geturðu bæði reiknað staðlaðar og nákvæmar kostnaðaráætlanir og í dag sýni ég þér í stuttu máli hvernig þú gerir það. Við byrjum á að skoða staðlaðar áætlanir sem gefa okkur grófa mynd af framkvæmdum. Svo förum við í nákvæmar kostnaðaráætlanir þar sem við breytum og aðlögum gögnum eftir þörfum. Ef þér finnst myndbandið áhugavert, smelltu á like og subscribe fyrir fleiri kennslumyndbönd. Við byrjum á að skoða staðlaðar kostnaðaráætlanir sem eru frábær leið til að áætla kostnað byggingarverkefna. Þetta gefur okkur skýra yfirsýn áður en við förum í nákvæmari útreikninga. Við opnum byggkerfið, veljum okkur verk og veljum kafla 1.2, stöðluð kostnaðaráætlun. Svo opnum við undirkaflann reikna áætlun og viljum hafa haka í nýbygging. Og ætlum að velja hérna númer 10, fjölbýlishús lítið, 4-6 íbúðir. Og ætlum að haka í sundurliðun. Svo hér setjum við inn stærðina, 500 fermetra og ætlum að reikna áætlun. Þá sjáum við hér yfirlit yfir stærstu kostnaðarliðina, en þetta gefur okkur grunn að góðu fjárhagsplani. Hér efst sjáum við samtals og það er skipt upp í vinnu, efni, annað og alls. Og hér fyrir neðan þá sjáum við sundurliðunina og það er skipt upp í magn, einingu, einingaverð fyrir vinnu, einingaverð fyrir efni, einingaverð fyrir annað og alls. Og þetta lítur svona út. Og hérna neðst sjáum við sömu samtalstölu uppi og við getum vistað þessa áætlun sem PDF á gagnasvæðið eða PDF á tölvuna. Prófum að opna þetta sem PDF. Og lítur hún svona út. Hérna er samtalstölunar og hérna er sundurliðunin. Og þá höfum við farið yfir hvernig er að gera staðlaða kostnaðaráætlun. Núna ætlum við að skoða hvernig við getum gert nákvæmar kostnaðaráætlanir og breytt þeim eftir þörfum. Við erum komin upp á síðuna og við ætlum að velja kafla 1.3, nákvæm kostnaðaráætlun, tilboð, útboð. Við ætlum að fara þar í undirkafla nákvæm kostnaðaráætlun, tilboð, útboð. Og við ætlum að gera nýja áætlun. Það er boðið að gera tóma áætlun, staðlaða áætlun, litla viðhaldsáætlun og afrita áætlun. Við ætlum að fara í stöðluða áætlun. Og hér eru 22 tegundir á stöðluðum áætlun. Við ætlum að velja númer 4. Einbýlishús á 23 hæðum úr steinstöpu. Við ætlum að setja stærðina, 200 fermetra og ég ætlum að útbúa áætlun. En hér sjáum við heildarkostnaðinn og fermetraverðið og sundurliðun áætlunarinnar, en hér getum við bætt við einstökum liðum, uppfært magn og þar með verði. Við skulum skoða það saman. Við skulum fara í burðarverki og förum í steypumót. Og hér sjáum við að það er verð hér í mót, söklar og undirstöður og það er verð í mót, söklar, sléttmót, einfaldbyrði. 190 fermetrar. Við getum uppfært þetta verð í 250 fermetra og þá sjáum við að verðið hækkar hér og heildarverðið hækkar einnig. Við getum breytt textanum. Lítum við hér og við getum bætt við. Og getum enter. Þá höfum við breytt textanum. Við getum einnig skoðað verklýsingar fyrir kaflana eða liðina. Þá getum við hér og þá sjáum við verklýsinguna og við getum breytt þessari verklýsingu eða bætt við hana. Og bætum við texta hér.
Við getum að staðfesta. Og þá er þessi verklýsing búin að breytast fyrir mótorsökla undirstöður. Við getum einnig uppfært verðin út frá byggingaverðskrá Hannars en hún er uppfærð á 3 mánaða fresti. Og við getum gert það með einum hnappi með því að ýta hér á uppfæra verð. Hún spyr hvort við séum viss. Við myndum ýta að staðfesta. Þá myndi öll verðin uppfærast út frá byggingarlykli Hannars. Hér getur við smellt og sé útreikninga á kolefnislosun byggingarefnisverksins. Og hérna getum við sótt ýmis skjöl. Við getum sótt áætlun, tilboð, útboð, verklýsingar og kolefnisspor. Við ætlum að prófa að sækja hérna verklýsingarnar. Við ætlum að staðfesta. Þá sjáum við verklýsingar fyrir verkið okkar. En með notkun á nákvæmum kostnaðaráætlunum þá höfum við stjórn á kostnaði og við getum tryggt að framkvæmdin haldist innan okkar fjárhagsáætlunar. En byggingaverðskrá Hannars er hjálpartæki þeirra sem koma að byggingaframkvæmdum og viðhaldi bygginga. Hún er notuð til þess að átta sig á umfangi og kostnaði við framkvæmdir og viðhald bygginga. Verðskráin er þannig lykillinn að því að taka réttar ákvarðanir og vinna sem skynsamlegast og hagkvæmast að framkvæmdum og viðhaldi bygginga. Byggingaverðskráin er einnig grunnur að tilboðum í verk enda reynt að endurspegla meðaltal þeirra einingaverða sem notuð eru á markaðnum á hverjum tíma. Fylgst er með einingaverðum þar sem í gegnum vinnu Hannars fyrir verktaka við tilboðsgerð og með vinnu við útboðsgerð og einnig með athugunum á efnisverði og töxtum. Byggingaverðskráin er uppfærð á 3 mánaða fresti 1. janúar, 1. apríl, 1. júlí og 1. október ár hvert. Byggkerfi er öflugt verkfæri sem veitir því fullkomna yfirsýn yfir byggingarkostnað. Byggkerfi er notað af mörgum fagaðilum í byggingariðnaðinum til að tryggja betri stjórnun og skilvirkari rekstur. Ef þú eru áhuga að prófa það eða fá frekari upplýsingar þá getur haft samband við okkur eða heimsótt vefsíðuna okkar hannar.com. Takk fyrir.